Ég heiti Valgerður Anna Einarsdóttir og ég var 29 ára þegar systir mín greindist með heilaæxli. Þegar manneskja greind með heilaæxli þá var ekkert endilega vitað strax að þetta sé krabbamein, en ég fekk símtal klukkan 3 um nótt af því ég bjó hinum minn á hnettinum frá henni þar sem hún lá upp á spítala nýbúið að greina hana með þessi heilaæxli. Hún fer í stóra heilaskurðaraðgerð þar sem eitt af þessum æxlum fjarlægt og það greint sem illkynja. Og ég get ekki lýst tilfinningunni að fá þessar fréttir. Hjarta manns náttúrulega dettur niður í maga og þetta er algjört sjokk og þetta eru verstu fréttir sem hún getur mögulega fengið með eitthvað sem hún elskar. Til að byrja með þá erum við mjög nánar systurnar, vorum það og erum það. Og pabbi okkar var líka lasinn á þessum tíma. Þannig að ég stóð eiginlega bara sem hennar nánasti aðstandandi í þessu verkefni. Þannig að ég tók mér vinnu sem bauð upp á sveigjanlegan vinnutíma og var með henni bara í gegnum allt ferlið. Að vera í svona aðstæðum, þá það hrein og klár pynting að horfa upp á einhvern sem þú elskar í þessum aðstæðum. Það náttúrulega mikla kvalir sem fylgja að vera með krabbamein og náttúrulega líkamlega breytingar eins og að missa hárið eða fitna af völdum bólgu eða endistera. Og það er hræðilegt að horfa upp á fólki satt í þessum aðstæðum. Kraftur náttúrulega stóð að stytta systur minnar, þá aðalega í formi jafningjastuðnings. Og mér þótti mjög vænt það að Kraftur var þarna að styðja hana og studdi mig auðvitað í gegnum hana. Af því að ég gat ekki gefið systur minni þennan jafningjastyrk. Ég hafði aldrei fengið krabbamein og það var einmitt það sem mér fannst vera verst kannski í þessu ferli að man langaði svo mikið að taka eitthvað á sig og skilja hvað var í gangi. Maður skildi ekki neitt, maður algjörlega hjálparvana í þessum aðstæðum, algjörlega. En síðan eins og með skuggan sem fylgir manni, ég meina, systir mín dó úr krabbameini og það bara staðan og það mun alltaf fylgja mér, bara þangað til ég fer sjálf. Fyrir mig þá held ég að lífið núna þýðir bara að ég sem manneskja get ekki beðið eftir neinu lengur. Ef mig langar að gera eitthvað eða mig langar að fara eitthvað, þá reyni ég mitt allra best að láta það rætast. Mér finnst alltaf gott að minna mig á að maður er lifandi á hverjum einasta degi og maður deyr bara einu sinni, þannig að við reyna að nýta hinn tímann eins og vel og við getum.